Já, fjármálaráðherra og góðir ráðstefnu gestir. Hvers vegna nýsköpun hjá hinu opinbera? Ágætt svar að finna hérna í 2 fyrirsögnum í nýlegu iðnaðarblaði. Þar stendur nýsköpun uppspretta verðmæta. Og síðan segir hérna og haft eftir iðnaðarráðherra, nýsköpun forsenda framfara. Og þetta tengt tækni- og hugverkaþingi 2011. Nú, þetta hljótum við öll að vera sammála og ef við yfirfærum þessar staðhæfingar yfir á rekstur ríkis og sveitarfélaga, þá má spyrja, ef nýsköpun uppspretta verðmæta og forsenda framfara, hvers vegna nýsköpun ekki orðin hluti af orðræðinu þegar opinber rekstur og þjónusta ber á góma? Til dæmis þegar að rætt hvernig að bregðast við samdrætti í ríkisútgjöldum. Þegar við sjáum gagnagrunna fjölmiðla sjáum við að vaxandi umræða hefur átt sér stað nýsköpun í atvinnulífinu á undanförnum árum, en afar sjaldgæft að hugtakið sé tengt við umfjöllun opinbera þjónustu eða rekstur. Þetta þrátt fyrir það að innan hins opinbera eru flestar lykilstofnanir íslenska velferðarsamfélagsins. Innan hins opinbera eru þekkingarstofnanir sem eru á háu tæknistigi. Opinber útgjöld eru afar hátt hlutfall af landsframleiðslu og opinberir starfsmenn eru 23% af virku vinnuafli. Allt þetta ætti að gefa tilefni til þess að setja nýsköpun í opinberri þjónustu í forgang. En hvers vegna það ekki? Við getum sett fram nokkra tilgátur. Í fyrsta lagi, viðhorf til hins opinbera getur haft áhrif og fjármálaráðherra kom inn á þetta hérna áðan. Þó að við höfum ekki sömu neikvæðu afstöðu til opinbers reksturs eins og víða í engilsaxnesku löndum, hefur svo afstaða enga síður verið oft ríkjandi að opinber starfsemi sé frekar dragbítur á samfélagið en verðmæti og því ekki tilefni til nýsköpunar. Allra meina bót sé að draga sem mest úr stærð opinbera geirans með einkavæðingu og ef það ekki hægt að nýta aðferðir einkageirans til að stjórna megi þeim með betri hætti. Nýsköpun get ekki orðið hjá ríkföllnum kontóristum. Við vitum auðvitað að þetta ekki, þessi viðhorf eiga sér litla stoð í raunveruleikanum. Í gegnum árin hef ég haft ágæta aðstöðu til að rifja upp mikilsverða breytingar á starfsemi ríkis og sveitarfélaga og sú upprifjun staðfestir að mikið frumkvöðlastarf unnið innan hins opinbera. Og mér langar þessu til staðfestingar að minnast á 3 verkefni sem að ég valdi algjörlega af handahófi. Verkefni sem hafa öll fengið alþjóðlega viðurkenningu með einhverjum hætti og má jafnvel telja sem útflutningsvöru. Í fyrsta lagi nefni ég barnahús sem rekið af barnaverndarstofu en það sinnir eins og við vitum málefnum barna sem að grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Með barnahúsi var komið á samhæfðri sérfræðivinnu barnaverndar og félagsmálayfirvalda, saksóknara, lækna við rannsókn kynferðisbrota gegn börnum. Megin ávinningur þessa líkans, ef við getum kallað það svo, að með barnahúsi ekki verið að leggja á barnið að upplifa erfiða lífsreynslu með ítrekuðum viðtölum. Barnahús að íslenskri fyrirmynd nú rekið í 22 borgum í Svíþjóð. Í Noregi í 7 borgum og undirbúningur stendur yfir í
í 2 öðrum tilvikum. Í Danmörku í einni borg og tillögur liggja fyrir 4 til viðbótar. Í Grænlandi var slíkt hús opnað í haust og í Finnlandi áætlað að barnahús samkvæmt íslenska líkaninu verði opnað á fyrri hluta næsta árs. Í öðru lagi nefni ég vefframtal og síðar þjónustuvef ríkisskattstjóra sem fyrst var opnað fyrir 1999. Óhætt að segja að þessi nýjung hafi falið í sér eitt stærsta skrefið í þróun rafrænna samskipta í opinberri stjórnsýslu hér á landi. Íslendingar voru með þeim fyrstu sem buðu upp á rafræn skilframtala sem framteljendur voru fljótir að nýta sér. Þannig voru fáar þjóður sem gátu státa sig af jafn háu hlutfalli rafrænna skila. Og þessi nýjung vakti athygli á alþjóðlegum vettvangi og hort var til þessara nýjungar þegar að innleidd voru sambærileg kerfi erlendis. Í þriðja lagi nefni ég nýlegt verkefni við aðferðir og tæknilega vinnu við nýtt fasteignamat á Íslandi á vegum Þjóðskrár Íslands og áður fasteignamats ríkisins. En nýlega veittu alþjóðasamtök sérfræðinga á sviði fasteignamats stofnuninni æðstu viðurkenningu sína fyrir aðferðir og tæknilega vinnu við nýtt fasteignamat. En stofnunin var falið að annast fasteignamat á öllu leyti 2009 en hafði áður haft með matið að gera hluta til. Öll þessi 3 dæmi sýna og undirstrika að opinberar stofnanir eru í engu eftirbátar einkafyrirtækja í frumkvöðlastarfsemi. Önnur ástæða fyrir því að nýsköpun er ekki hluti af orðræðunni þegar rætt hið opinbera og framþróun þess að nýsköpun á sér ekki neitt sess í kerfinu. Fyrir atvinnulífið starfrækt sérstök stofnun með umfangsmikla og fjölþætta starfsemi, Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Við vitum að Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins sem fjárfestir í nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum, einnig má nefna nýsköpunar- og frumkvöðlasetrið Innovít. Sambærileg umgjörð nýsköpun í opinberri þjónustu ekki að finna. Til viðbótar má nefna að opinberir aðilar hafa almennt lítið svigrúm til að starfrækja sérstakar rannsóknar- og þróunareiningar eða R&D eins og algengt með þjónustu- og tæknifyrirtæki. Þriðja ástæðan getur verið fyrir því að skort hefur á umræðu fyrir nýsköpun hjá hinu opinbera gæti einfaldlega verið svo að nýsköpun ekki sýnileg eða allavega ekki nægilega sýnileg. Sá fjöldi tilnefninga til nýsköpunarverðlauna sýna að mikil nýsköpun fer fram þó að hún fari ekki hátt. Og niðurstöður þeirrar alþjóðlegu könnunar sem að Þorsteinn Gunnarsson mun kynna fyrir okkur hér á eftir sýna þetta líka. Fjórða ástæðan fyrir skort á umræðum nýsköpun hjá ríki og sveitarfélögum getur verið einfaldlega svo að önnur hugtök séu notuð til að lýsa umbótaverkefnum. Og slíkar umbætur séu bara einfaldlega ekki kallaðar nýsköpun. Það sem að þær eru oft tengdar þjónustu en ekki tiltekinni vöru eða framleiðslu. Þetta hluti af því af úreltum hugsunarhætti að líta á að nýsköpun geti eingöngu verið framleiðsla á nýjum vörum eða afurð, þó svo að við vitum að 70% af öllum störfum innan OECD-ríkjana séu ekki tengd framleiðslu, heldur þjónustu. Og því hefur til dæmis OECD bent á mikilvægi þess að það sé unnið markvisst að nýsköpun í þjónustustörfum. En hér erum við komin að ræða skilgreininguna á hugtakinu nýsköpun. Hvað nýsköpun og hvað ekki? Og þetta hefur raunar vafist fyrir ýmsum. Ég hrifinn af þessari skilgreiningu.
Þetta úr kvæði Þórarins Eldjárns og þetta segir þetta mjög í samræmi við alþjóðlega viðurkennda skilgreiningu á nýsköpun. Veit ekki hvort hann hafði það í huga þegar hann samdi þetta, en kjarninn náttúrulega sá að allt annaðhvort öpun eða nýsköpun. Ég læt fylgja hérna, og það kostur við þessa skilgreiningu að þetta mun styttri og einfaldari heldur en svo sem að ég minnist á hérna á eftir. Síðan læt ég fylgja með hérna formúlu að nýsköpun og við vitum að það alls konar formúlur til, galdraformúlur það hvernig við breytum ríkisrekstrinum og svona, og þetta yfirleitt mjög oft svona 10 atriði, einkennilega oft 10 atriði, en þetta formúla fyrir nýsköpun. Það sem sagt heilafylli hugvits, sálarfylli siðvits og fáeinir askar bókvits. En nú skulum við vinda okkur aðeins í lengri og ítalegri skilgreiningu, hvað nýsköpun, og nýsköpun felur í sér nýjar lausnir eða endurbætur á eldri lausnum sem beinast að vörum, þjónustu, tækni, aðferðum, skipulagi, gildum, verklagi og verkferlum. Og við þurfum að leggja áherslu á það að með endurbótum á eldri lausnum eigum við þýðingar mikla breytingar eða verulega endurbætta lausn. Þó að það sé umdeilt að þá tel ég að það sé algengt að líta ekki á nýsköpun sem innleiðingu staðlaðra umbóta tækja eins og gæðastjórnunar, verkefnisstjórnunar, stefnumiðarar stjórnunar svo framvegis. En þetta þó umdeilt. En ef við erum sammála því að nýsköpun í opinberri þjónustu sé mikilvæg, hvernig getum við elt hana? Hvernig getum við skapað aðstæður til þess að hún megi blómstra? Við þurfum augljóslega að setja nýsköpun á dagskrá og segja má að hún sé komin á dagskrá með ráðstefnu eins og þessari, þar sem verður að veita viðurkenningar fyrir frumkvæði á þessu sviði. Ráðstefnan auðvitað eingöngu einn liður í þessu. Nýsköpun þarf að vera hluti af orðræðu umbætur hjá hinu opinbera og ekki síst þegar reynt að finna lausnir á fordæma litlum niðurskurði í fjárveitingum. Ég held að það sé mikilvægt að það verði viðhorfsbreytingar og kannski hafa þeir nú þegar átt sér stað meðal stjórnmálamanna til opinbera þjónustu. Og við þurfum auðvitað að líta á opinbera þjónustu ekki sem bagga á samfélaginu, heldur sem verðmæti sem jafn nauðsynlegur hluti af heilbrigðu samfélagi og öflugt atvinnulíf. Í annan stað þarf að vera hvati fyrir stofnanir til að stunda nýsköpun og umbótastarf. Mér langar til að rifja aðeins upp umfangsmikla nýsköpunarstefnu Al Gores og Clintons sem var innleidd þegar að þeir tóku við völdum 1993 og nefndist Reinventing Government. Því miður, eins og með margar aðrar sambærilegar stefnur, urðu áhrif þeirra lítil eða í besta falli óljós, þó að markaðssetning þessara stefna væri með afbrigðum góð og skilaði sér meðal annars til Íslands. Það var eitt verkefni þó sem að má segja hafi staðið svolítið upp úr varðandi árangur þessara stefnu. En það voru svokallar umbóta tilraunastofur eða Reinvention Laboratories. Og hugmyndin fólst í því að alríkisstofnanir sem gátu sótt að vera eins konar tilraunastofu fyrir nýsköpun.
það sem mótaðar voru og framkvæmdar ýmsar nýjar hugmyndir sem var síðan hægt að innleiða hjá öðrum stofnunum. Þessar stofnanir fengu nokkuð frjálsar hendur innleiðingu en fengu fjárhagslega styrki og sérfræðiaðstoð til að koma þeim í framkvæmd. Ég held að þetta fyrirkomulag væri allavega að það væri verst að skoða það hvort að við getum innleitt slíkt fyrirkomulag hér á landi. Ég held að sé líka mikilvægt að stofnanir sem sýna frumkvæði að því að innleiða ný umbótaverkefni fái viðurkenningar eins og verið að veita hér í dag. Í annan stað held ég að sé afskaplega mikilvægt að byggja brú á milli háskóla eða háskólasamfélagsins og þeirra sem að starfa á vettvangi. Víðast hvar nýsköpun tengd rannsóknar- og þróunarstarfi háskóla. Nýsköpun í opinberri þjónustu á ekki síður að vera tengt starfi háskólana. Skólarnir ættu að vera vettvangur nýsköpunar, vettvangur fyrir umræðu úrlausnir og nýja leiðir í opinberri þjónustu með þátttöku fræðimanna, sérfræðinga og þeirra sem að starfa við opinbera þjónustu. Einnig hægt að hugsa sér að bæta við og veita í meira mæli eða efla í meira mæli menntun þeirra sem að koma að stjórnun hins opinbera. Ég held að hið opinbera ætti að nýta sér í meira mæli akademískan starfskraft. Formaður bandarísku stjórnsýslusamtakanna Paul Posner, fyrrverandi, fjallaði nýlega mikilvægi þess að þeir sem að eru með að brúa bilið á milli háskólasamfélagsins og þeirra sem að starfa að hagnýtum verkefnum, hann kallar þetta prakademics og slíkt samstarf held ég að sé afskaplega mikilvægt og gæti nýst okkur í að efla nýsköpun. Ég held að háskólarnir þurfi að hafa sérstakt hlutverk til að afla og viðhalda upplýsingum notagildi stjórnunaraðferða, hvað virkar og ég held að vefurinn sem að verður opnaði núna á eftir sé svona liður í því. Það þarf að formfesta nýsköpunarstarf eins og ég sagði áðan að þá hefur nýsköpunarstarfið ekki tiltekinn vettvang með sambærilegum hætti og í einkageiranum. Það ekki sérstök stofnun sem að sinnir þessu. Og það þarf hins vegar að vera vettvangur þó að við séum auðvitað ekki að fara jafn langt og einkageirin með rekstri sérstakra stofnana. En ég vil nefna í þessu sambandi skýrslu nefndar forsætisráðherra sem skipuð var 2009 endurskipulagningu þróunar umbóta hagræðingarmála hjá ríkinu. En þar lagt til að sett verði á laggirnar miðstöð nýsköpunar og þróunar á sviði opinberrar þjónustu og það verði sérstakt samstarfsverkefni forsætis- og fjármálaráðuneyta, háskóla, nýsköpunarmiðstöð Íslands og hugsanlega fleiri aðila. Og tími minn búinn þannig að ég ætla ekki að fara frekar út í þessa hugmynd en nefni þó að þessi skýrsla liggur fyrir þannig að það í skýrsluna aðeins gert nánari grein fyrir þessari hugmynd. Bara að lokum að byggja upp samstarfsnet geiranna þriggja held ég að sé afskaplega mikilvægt. Þessi samvinna lausnir og þá ég að tala hið opinbera, einkafyrirtæki og félagasamtök. Víða eru menn uppteknir við að byggja upp samstarfsnet aðila frá ólíkum geirum til að vinna að umbótum eða tilteknum lausnum og ég geri mig grein fyrir því og við öll hérna slíkt samstarfsnet getur verið flókið í framkvæmd en það getur leitt til markverðra nýjunga. Og sem dæmi slíkt samstarf þá nefni ég fyrirtæki Mentor sem fékk nú fyrir bara 2 dögum nýsköpunarverðlaun Íslands
en það fyrirtæki sérhæfi sig í þróun og rekstri upplýsingakerfa fyrir menntastofnun hér á landi og raunar erlendis. Tíminn búinn, bara að lokum, allir þessir þættir skipta máli við að skapa aðstæður fyrir öfluga nýsköpun og með ráðstefnu í dag getum við sagt að sé tekið fyrsta skref við að koma þessu verkefni á dagskrá. Takk fyrir.